Loksins hefur reglugerð hollustuhætti verið innleidd, ekki lög, heldur reglugerð, ekki afurð lögskipaðara þingmanna á Alþingi, heldur reglugerð ráðherra, loksins. Ýmsir hafa fagnað innleiðingu þessar reglugerðar, svo sem þingmenn Pírata og Viðreisnar. En hvað er það í þessari reglugerð sem svo margir fagna? Jú, það á loks að afnema þá forréttindastöðu kvenna að hafa aðgang að sérstökum kvenkins salernum. Frá upphafi siðmenningar hafa konur búið við þann munað að geta gengið að vísum hreinum, vel lyktandi salernum þar sem óhættu hefur verið að setjast á klósettsettuna án þess að eiga á hættu að lærin límist við klístrað hlandið. Það var auðvitað löngu komin tíma á afnám þessara forréttinda og það er tímanna tákn að umhverfis, orku og loftslagsmálar á þeirra Sjálfstæðisflokksins hafi verið maðurinn til að klára þetta þjóðþrifaverk. Fáránlegar, forpókaðar íhaldshugmyndir kynjaskipt klósett heyra nú sögunni til. Hvaða bjána datt það annars fyrst í hug? Aðskilin salerni karla og kvenna. Auðvitað meikar miklu meiri sens að klósettum sé skipt í A fyrir fólk sem ætla sér að spræna og B fyrir fólk sem ætla sér að gera illa lyktandi númer 2 bombur. Og nú treystum við því bara að karlar fara ekki að reyna að míga í klósettin sem ætliður þeim sem ætla að gera stikkin sín. Þeir skildu nú aldrei fara að vera svo ósvífnir. Á karlasalernum hefur nefnilega aldrei verið til siðis að pissa í klósett. Nei, þar var þvæginu frekar látið rigna yfir allt settið og gólfið allt í kring. Menn þurftu alltaf að þrífa setuna reglulega ef þeir voru svo óhefnir að þurfa að gera númer 2, en flestir menn kusu einfaldlega að halda þá í sér. Áfastir hlandblettir á gegnsósa setum komu þannig oftast ekki að sök. En nú verður þetta alveg skýrt. Eitt salerni verður fyrir hland og hitt fyrir drull, þannig að öll ættu að geta vel við unað. Nú geta meira að segja hjón skellt sér á samhliða bása í hörpunni og gert saman númer 2, hlið við hlið. Það verður nú ekki mikið romantískara. Heimur batnandi fer, sagði einhver, núna hverfa engarými kvenna hvert af öðru. Kvenna íþróttir, bless, kvenna klósett, bless. Og allt er þetta róttækum feminisma að þakka. Hverjum hefur dottið það í hug? Kannski finnst einhverjum nóg komið, einhverjum forpökuðum íhaldskörlum sem þoli ekki að tímarnir breytast og konurnar með. Andstæðingar jafnréttis þola nefnilega ekki þá hugmynd að kynin geti verið jöfn og geti notað sameiginlegar salernisaðstöður. Þeir haldaði meira að segja fram að konur og karlar séu ekki alveg nákvæmlega eins. Að karlar noti ekki túrtappa og konur þurfu aldrei að raka sig. Ég segi bara halló, 1990 var að hringja og vildi fá gömlu viðhorfin sín tilbaka.